Hún nærði þessari instant tengingu. Þegar þú hittir einhvern sem að gangi gegnum það sama á þú þegar þú ert að gangi gegnum það í fyrsta sinn. Ég held ég væri ekki á lífi, hefði ég bara þagað í gegnum mína meðferð, sko. Já, ég heiti Egill Þór Jónsson. Ég 33 ára gamall. Ég greindist með stór eitilfrumukrabbamein árið 2021. Í kjölfarið á þessari greiningu þá bara byrjaði ég lyfjameðferð strax. Byrjun nóvember þá er ég alveg krabbameinslaus samkvæmt ávindaskana. Og þá eru 3 vikur í settan dag hjá seinna barninu mínu, dóttur minni. Og viku fyrir fæðingu dóttur minnar að þá kemur í ljós að þetta sem bara búið að taka sig upp aftur. Síðan er ég sendur í rauninni í fyrsta sinn til Svíþjóðar til að láta taka þessar eitilfrumur úr mér. Og ég var mjög veikur, sko, og ég hélt ég myndi ekki lifa þá ferð af. Ég rauninni bara lifði bara mínútu til mínútu, sko, bara á verkjatöflum, en hér sit ég í dag. Sko, númer 1, 2 og 3. Ef þú greinist að passa þig að sækja þá hjálp sem í boði. Spítalinn ekki að pæla í félagslega hlutanum. Hann pælir í læknisfræðilega hlutanum. En fyrir utan spítalann, þá eru stuðningsfélög sem eru að styðja við fólk í þessu og Jafningjastuðningurinn er mikilvægur. Þessi frasi að fá nýja sína lífið. Sko, stundum tengi ég ekki alveg við hann. En alltaf þeir í kringum börnin mín. Út af því að þegar ég greinist, þá var sonur minn 2 ára og dóttir mín að koma. Og fyrsta hálfa árið þá mátti ég helst ekkert halda á henni að snerta hana út af því ég var annarkvort eitraður af krabbameinsmeðferðum eða nýbúinn í uppskurði. En ég gat ekki haldið á henni. Þannig að svona að ná að tengjast henni betur og gera eitthvað með krökkunum. Vildi sér betri pabbi eftir þetta. En ég veit náttúrulega ekkert hvernig væri ef ég ekki gengið í gegnum þetta.